Góðan dag og verið velkomin á þennan 52. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Og ég ætla að byrja að fara yfir mætingu og þessi mættir eru Eggert Valur, Margrét Harpa, Þórunn Dís og Viðar Már fyrir álista, Björk Grétarsdóttir og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Þröstur Sigurðsson fyrir D-lista en Þröstur er hér í forföllum Eydísar. Einnig sitja fundin Jón Valgeirsson sveitarstjóri og Ösp Viðarsdóttir sem sér tæknimál. Ég ætla að óska eftir því byrja á því að kalla eftir hvort það er einhver athugasemd við útsent fundarboð. Svo er ekki. Þá ætla ég að leggja fyrir fundin hvort að það sé samþykkt að taka inn, myndi bætast við eitt mál sem er hér inni að beiðni D-lista og verður liður númer 10 sem er 8, liður númer 8 sem eru frístundastyrkir og einnig er hér liður 22.6 þar sem er beiðni skólavist í Hvolsskóla og myndi taka það fyrir sem trúnaðarmál í lok fundar. Og þá ætla ég líka að leggja til að síðasti liður dagskrárinnar í útsendið fundarbóði sem að fór fyrir slysni hér inn þar sem að var umsagnarbeiðni tækifærisleyfi vegna skötuverslu verið fellt út en það fór hér fyrir mistök inn í dagskrárbóðið en var afgreitt á síðasta fundi. Þessi geta samþykkt þetta, það er samþykkt. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskránni er samantekt sveitarstjóra þar sem að sveitarstjóri fer yfir það helsta sem hann hefur verið að sýsla með frá síðasta fundi. Gjörðu svo vel, Jón. Góðan daginn. Já, það hefur verið svona ýmislegt að sýsla svo sem og frá því fundum í desember. Við gerðum nú ekki svona yfirlit á janúarfundinum, en það er svo sem búið að fara mikil orka í málefni Landsvirkjunar og verkefni tengdum framkvæmdaleyfum og framkvæmdum. Það er eiginlega svona margt undir en það hefur verið svona heilmikil vinna að vinna með þeim varðandi vaðutuverið og uppbygginguna þar, ákveðna stillingu og slípingu á þeim framkvæmdum, mikil vinna sem hefur farið í varðandi flutning á vindmyllunum sem er mjög flókin og viðamikil aðgerð og síðan náttúrulega hefur Hvammsvirkjun verið svona í vinnslu hjá okkur og þess að kemur nú fram hérna á fundinum að þá hefur verið að vinna og hérna nú kannski verið komin að eitthvað lengra heldur en við erum komin en þetta er svona verkefni í vinnslu eins og þið þekkið. Nú svo er búið að vera að stilla upp svona ákveðnum svona fundum með aðilum sem hafa verið svona þjónust okkur ýmislegt og það var og svona sem hefur verið að líka samþykkja að hitta svona ýmsum ástæðum og fyrst má það nefna vegagerðina að við vorum að hitta þá eða með sveitarfélögunum í Rangárþingssýslu var þetta vetrarþjónustu og þó að sé nú kannski frekar rólegu vetum ýmislegt þá koma það slæmur kafli og geta komið áfram þannig að þetta er áskorun klálega hjá okkur að reyna að vinna þetta mál áfram með vegagerðinni. Svo satt ég fund með almannavörnum sem var sett ykkur fundur sem með félagsþjónustunni þar sem var verið að fara yfir þarna tengingar félagsþjónustunni við almannavarstand og hvernig við vinnum úr því og þetta var verið að vinna hérna á svæði lögreglustjórans á Suðurlandi sem er náttúrulega viðfemt svæði eins og þið þekkið. Nú annað mál sem við vorum svona að vinna þess úr er fjarskiptastofa og staðan á fjarskiptasambandinu sem var svona álita hérna mjög gott yfirleitt sem fjarskiptastofa var að vinna svolítið ástandi hér og hérna eru svona dauð svæði sem þarf að vinna í. Hefum við líka verið að hitta á Mílu og Íslandsturna til að athuga hvað er hægt að gera en þetta snýst svolítið það að það þarf að koma upp sendum á vissum stöðum og það eru áskoranir þar. Það var einn fundur líka núna í bakhópi Sambandsíslenskra sveitarfélaga úrgangsmál og það er verið að vinna svona í þessum bakhópum að ræða áskoranir sveitarfélagin standa í þeim rekstri sem er alltaf áhugavert að spegla sig hvað önnur sveitarfélög eru að gera á landinu. Við vorum að reyna að fylgja eftir síðan með umhverfis- og orkustofnun, máli sem er hérna búið að vera lengi í vinnslu út af kæru sveitarfélagsins út af skilgreiningu RARIK á þéttbýlismörkum og gjaldskrá þeirra og við vorum að fara aðeins yfir málstað sveitarfélagsins og svona þess að skerpa á þeim
og væntanlega er ákvörðun sem að liggur fyrir fljótlega hjá Umhverfis- og orkustofnun varðandi það. Síðan eru mörg svona skipulagsmál sem höfum verið að svona funda í styttri og skemmri tíma. Mörg mjög spennandi verkefni sem eru í gangi og svona óvenju margt sem að er gaman að vinna að, og það er svona byrjað þessi að vinna við íþróttasvæðið hérna á svæðinu hérna á Helluvarslandinu sem er náttúrulega svona hjartað í þorpinu. Það eru Sigurdugljúfri sem er svona mjakast áfram líka og Aldamótaskógurinn og fleira. Þannig að þetta er svona alltaf gaman að svona stíga inn í þessa vinnu því þetta er náttúrulega verið að skapa svona einhverja framtíð. Og við erum svona í lúxussæti gagnvart því að við erum með mjög mörg skemmtileg svæði sem er gaman að koma að. Þá var fyrsti fundur í hópi sem er að vinna nýsköpunarstefnu fyrir Suðurland, en Háskólafélag Suðurlands hefur haldið utan þá vinnu. Þannig að það er svo sem vitað að möguleika Suðurlands séu miklir og við erum að reyna að skerpa á því og halda okkar samkeppnisstöðu því að kannski eru við áskoruna hjá okkur eins og hjá öðrum. Nú síðan vor hérna í janúar svona ákveðin svona viðurkenningartími þar sem hafa verið að afhenda viðurkenningar fyrir íþróttaafrek og velja íþróttakonu og karl fyrir árið 2025. Og þetta er mikið gróska í gangi, mörg afrek sem er unnin á ýmsu sviðum íþrótta og af öllum aldri og mjög gaman að gera þetta með þessum hætti og reyna að klappa á baki hjá það sem vel er gert. Nú síðan fór ég niður í Þykkabæ á kaffisafsvæti eldri borgara og það sem hafa verið að fara yfir málefni svona kannski þeirra og svara spurningum og þykja kaffiveitingar. Og þarna er líka valinn samborgari Rangárþings ytra og Lilja í Skarði niður í Þykkabæ var valinn þetta á síðasta ári og hún vel að þau komið sem er búin að vinna miklu og góða vinnu hérna niður í Þykkabæ. Nú síðan kannski að lokum að því að það var nú bara að gerast í gær að það var verið að afhenda grunnskólanum á Hellu menntaverðlaun SAS. Frábært verkefni þar í gangi sem er verið að vinna svona með íslensku kennslu fyrir nemendur sem er með annað móðurmál en íslensku og ég bara óska skólanum innilega til hamingju með þessi verðlaun og bara vel gert. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Jón. Þá höldum við dagskráni áfram og förum þá í lið 2 sem er Hvammsvirkjun. Það er framkvæmdaleyfi vegna Hvammsvirkjunar. Það stóð til að taka þetta til umfjöllunar hérna á þessum fundi og leggja fram afgreiðslur og greinargerð sem fylgir þessu öllu saman en það kom, eða niðurstaðan var svo að fresta því að taka þetta fyrir vegna þess að það kom einhverju nýju vinklar fram í málunum sem þurfti að vinna betur og ég ætla að leggja til að við frestum þessu máli, þarna lið 2, Hvammsvirkjun framkvæmdaleyfi. Ég gefa auðvitað orði laust ef ykkur vilja taka til máls. Áður við greiðum atkvæði. Svo er ekki þessi geta samþykkt það að gefa merki. Það er liður 3 sem er Búðafossvegur og það á það sama við varðandi það verkefni að þar er enn verið að safna gögnum þannig að ég ætla að leggja til að því verið fresta líka. Þessi geta samþykkt það er samþykkt. Þá er liður 4 sem er aukaaðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands. Hér er lögð fram tillaga breytingum á samþykktum Sorpstöðvar Suðurlands til fyrri umræðu og tillaga viðauka við fjárhagsáætlun SOS fyrir árið 26 og ég ætla að biðja Jón að fara örstutt yfir þetta. Þannig að við vorum nú að fjalla þetta hérna daginn en svona til uppbyrjunar. Gjörðu svo vel, Jón. Já, svona í stuttu máli þá er að fylgja eftir ákvörðunum sem voru teknar á aðalfundi Sorpstöðvarinnar á Kirkjubæjarklaustri núna í byrjun vetrar. Það sem er verið að breyta starfsemi Sorpstöðvar Suðurlands með þeim hætti að
Það er verið svona að setja þetta aðeins í skúfu og gera samninga við SAS, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, að sinna helstu starfsemi raun og veru sorpstöðvarinnar og fækka í stjórn sorpstöðvarinnar og svona gera þetta svona meira svona skúfufyrirtæki þar sem að yrði svona ákveðnar stjórnkerfisbreytingar og svo eru tengingar inn í stjórn sorpstöðvarinnar inn í þá aðilega sem að sitja í stjórn SAS. Það er svona meginbreyting varðandi samþykktunar og svo er þetta þannig að sorpstöð Rangárvallasýslu er eignar aðili sveitarfélaginu í Rangárvallasýslu í sorpstöð Suðurlands en sveitarfélagið þurfa að taka fyrir þessar samþykktir. Málið var tekið fyrir á fundi sorpstöðvarinnar núna daginn og sem þetta vísa þessu til sveitarfélagana, þannig að við þurfum að taka þetta fyrir hérna í 2 umræður, breytingar á samþykktunum, en síðan er viðaukin afgreiðslu atriði sem sagt og bara núna strax það sem að verið að gera viðauka við fjárhagsáætlun til þess að sé hægt að fara í þau verkefni sem að voru samþykkt á aðalfundinum, að ráða svona verkefnistjóri 1 ár sem sagt og svona snitta og slípa þessi samskipti milli SAS og sorpstöðvar Suðurlands, þannig að þetta gangi allt saman upp eins og upp er lagt. Takk fyrir það. Er ykkur sem vilja taka til máls? Ég ætla þá að bera upp þessa tillögu að viðauka fyrir fjárhagsáætlun sorpstöðvarinnar, þessi geta samþykkt hann, það er samþykkt og bera þá fram eða sem sagt að vísa þá þessum breytingum og samþykktum sorpstöðvarinnar áfram til seinni umræðu, þessi geta samþykkt það er samþykkt. Þá eru komin lið 5 sem er hús frítímans eða ungmennahús og við höfum áhuga fyrir því að vinna áfram hérna með þessa hugmynd sem að hérna hefur nú fengið umfjöllun í heilsu- og íþróttanefndin okkar og það er svona áhugi fyrir því að reyna að móta þetta eitthvað áfram og okkur fannst sjálfsagt að taka þetta inn á dagskrá núna því að það er ungmennaþing núna bara það 19. er það ekki næstu viku og það væri mjög áhugavert að fá hérna að senda þessa hugmynd þangað og fá hérna einhver hugmyndir frá krökkunum hvernig þau sæju þetta mótast. Það skapast örugglega einhverjir möguleikar þegar að losnar húsnæði með flutningnum á skólanum og öllu þessu leikskólanum og ég held að það ætti ekki að verða vandamál að finna þessu stað en það er ekki nóg að finna þessu stað þegar við þurfum að svona aðeins að móta hvernig við viljum sjá þetta. Auðvitað er þetta náttúrulega ekki nýtt undir sólinni, þetta er starfrækt í öðrum sveitarfélögum þannig að ég ætla að gefa orðið laust einhverju vilja taka til máls. Gjörðu svo Ingvar. Já, þetta ég ekkert á móti því að þetta verði farin á ungmennaþing. Ég bara velta fyrir mig þegar maður les gögnin þá virðist þetta vera svona þessi hugmyndafræði eitthvað aðeins meiri en bara ungmenni. Allavega á Króknum virðist vera eldri borgarastarf og annað og þetta konsept hús frítímans, hvort það væri ekki rétt að fá aðrir aðilar myndu fjalla eitthvað þetta líka og segja sína skoðanir. Eldri borgarar sem dæmi. Jú, það er örugglega hið besta mál. En Margrét, vilt þú gera fullt? Já, oddviti ágætu fundarmenn. Svo sem mjög gott að reyna að tvinna þetta áfram þessi hugmynd sem við fengum hérna kynda og hefur verið fjallað í fagnefndum varðandi hús frítímans, það er náttúrulega mun stærra dæmi heldur en ungmennahús myndum að segja, en ég held að við ættum að byrja og reyna að finna hvernig við getum hvaða hugmyndir ungmenn, og þá er ég líka að tala ungmenni sem eru búin í grunnskóla, við erum að tala kannski upp að 23 eða 5 ára aldri eða til 20, að reyna að finna svolítið hvort það sé eitthvað sem þau vantar. Við erum með gríðarlega öflugt starf í félagi eldri borgara og ég held að sjálfsögðu finnum við því í stað ef það er þörf á seinna meir. En ég held að við ættum að byrja að fjalla þetta, að fá þessa hugmyndir varðandi, er eitthvað, vantar eitthvað framboð fyrir
krakka og unglinga, ungmenni. Þannig, og eins líka náttúrulega í framhaldi, sko, getum við útvíkað eitthvað starfsemi félagsmiðstöðurinnar. Hún er að vaksa hjá okkur og ég held að við ættum að svona, með tilkomu húsnæðis, að þá ættum við að reyna að vanda vel hvernig við viljum sjá þetta. Þannig að ég held að það væri gott að byrja á að fjalla með ungmennaþingi. Í framhaldinu getum við svo farið að vísa þessu í aðra hópa. Þeir eru svona nær dregur. Takk. Takk fyrir það, Margrét. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla ég að leggja til að þessi hugmynd hús frítímans eða ungmennahús verði vísað til umfjöllunar á ungmennaþingi sem haldið verður 19. febrúar. Og ég tek undir með Margréti að ég hef ekki að sjá hvað kemur út úr því og tvinna þetta svo saman. Það er ekkert útilokað í þessu hvernig við, en ég held sé aðalmálið að halda þessu lifandi og reyna að koma þessu á. Þessi geta samþykkt Davíðsleikjamerki, það er samþykkt. Þá er liður 6 sem er veiðifélag Rangæinga, það er fundarboð. Það er lagt fram fundarboð vegna fundar endurvakningu veiðifélags Rangæinga. Fundur sem verður haldinn föstudaginn 13. febrúar í Hvolnum og Hvolsvelli og það er lagt til að Jón Valgeirsson, sveitarstjóri, verði fulltrúi á fundinum og Eggert Valur til vara. Skylda samþykkt það. Það er samþykkt. Þá er liður 7 sem er ársskýrsla regluvarðar frá KPMG fyrir árið 25 og hún er lögð fram hér til kynningar. Þá erum við komið hér að lið 8 sem er liður sem heitir frístundastyrkur. Það er aukamál inn á dagskráni að beiðni fulltrúa D-lista. Það þegar ég var að vinna í því að senda út dagskrárboða þá ætlaði ég mér ekki að taka þetta mál inn fyrir en að við værum búin að funda með formanni félagann eins og sveitarstjórn bókaði á síðasta fundi. Sá fundur er áætlaður í næstu viku en það var óskum að taka þetta hérna inn og allt í góðu með það. Ingvar, vilt þú fylgjast eftir? Gjörðu svo vel. Já, oddviti, þetta mál var rætt á síðasta fundi og í kjölfæri skapaðist ákveðin umræða og þegar var farið að skoða svona hvað menn var að tala að þá átti maður að sjá þegar út frá gögnunum sem lágu fyrir að þá vorum við að skoða í rauninni rangt tímabil. Við skoðum tímabil frá 21 sem að gögnin einhverju leyti sýndu og við vildum bara fá þessu umræðu hérna inn. Ég ætla ekki að lengja hann eins og oddviti sagði, það er fundur í næstu viku þannig að það er kannski ekki ástæða að fara mikið efnislóðan í hana. Mjög gott að geta fundað og rætt með þessi mál við íþróttafélögin. En við vildum bara árétta það að tímabili sem var verið að skoða og var bókað út frá á síðasta fundi að það teygði sig of langt. Það hefði verið eðlilegra að nota tímabilið frá 22 til 25. Frístundastyrkir eru innleiddir eða það tekin ákvörðun það haustu 2022 og þeir eru innleiddir í byrjun árs 2023 þannig að það tímabil sem rétt að skoða þegar verið að velta fyrir sér þróun og æfingagjöldum það eru auðvitað þá frá þeim tíma þegar þeir eru innleiddir og til dagsins í dag. Þessi umræða á hins var alveg fullan rétt á sér og það er ekkert að því að taka hann aftur þegar búið að ræða við íþróttafélögin af því það er eðlilegt auðvitað þegar að opinber beran stuðningir ræði í sami hvað það fer þó það fær í íþróttafélögin sem við erum auðvitað öll sammála mikilvægi þess að styrkja að þá er samt sem áður eðlilegt að þau sýni aðhald og að við fylgjumst með og sýnum líka ákveðið aðhald. Þannig að við vildum bara fá aðeins að ítreka þetta. Gögnin eru ekki alveg samræmd heldur, það er nú eitt sem að maður hafði ekki mikinn tíma fyrir síðasta fund en þegar maður hefur svona góðan tíma eins og núna milli funda þá sér maður að það er allavega einu tilfelli þar sem að er ekki hægt að bera þessi gögn saman frá 22 til 25 því það vantar 22 inn.
En þegar maður skoðar þetta þá kemur í ljós að ef maður ber saman ágúst 22 þegar að skólarnir eru að byrja þann veturinn og þá eru gefnar út gjaldskrár eða æfingaskrár, kostnaður vegna æfinga, að til ágúst 25 þegar að liggja fyrir þá gjaldskrár þessa vetrar, að þá eru launavísitalan að hækka 28% og neysluverðsvísitalan 18%. Og þetta eru vísitölu sem er rétt að nota þegar maður er að bera saman og þá er alveg ljóst að það sem var sagt hér á síðasta fundi að það er í nokkrum tilfellum þar sem að æfingagjöldin hafa þróast umfram þessa vísitölu og það er auðvitað eðlilegt að það sé fylgst með því hvernig þessi myndum verður til og ekki síst hvort að það sé verið að ná þeim markmiðum að reyna létt undir með heimilum. Þannig að við vildum bara rétt koma inn í þessu umræðu, ég ætla ekki að fara efnislega dýpra ofan í hana, boða örstutt á bókun og svo hlakka ég bara til fundarins í næstu viku. Flott, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þá ætla ég að þetta er raun og verið ekki afgreiðslumál. Já, ég bara nefni það að við þetta, ég er ekki búin að heyra bókunina frá Ingvari og við þetta bregðust við henni eftir því ef að það þarf, en við munum gera það bara þegar að Ingvar er búin að lesa upp sína bókun. Gjörðu svo, Ingvar. Já, oddviti, bókunin er svo hljóðandi. Á síðasta fundi sveitarstjórnar í bókun D-lista varðandi frístundastyrki var miðað við þróun æfingagjalda frá árinu 2021 í samræmi við þá gögn sem lágu fyrir fundinum. Ef miðað við tímabili frá 2022 til 2025 eða frá því að frístundastyrkir voru innleiddir, má glögglega sjá þegar vísitölu neysluverðs og launavísitala eru skoðuð að þróun æfingagjalda hefur í allnokkrum tilfellum verið umfram vísitölur. Fulltrúar D-lista telja eðlilegt að gerð verði úttekt á því hvort frístundastyrkir hafi skilað markmiðum sínu og við þá úttekt er eðlilegt að skoðuð verði þróun æfingagjalda samhliða enda er eitt af markmiðunum að létta undir með fjölskyldum barna sem stunda íþróttir og aðrar tómstundir. Takk fyrir, Ingvar. Við ætlum að biðja smá fundarhlé, örstutt.
Þá framhöldum við fundi og í framhaldi af bókun fulltrúa D-lista bókar álistin hér örstutt. Bókunin hljóðar svona: samkvæmt ákvörðun síðasta sveitarstjórnarfundar verður haldinn fundur með formönnum íþróttafélagana þann 17. febrúar næstkomandi. Í framhaldi af þeim fundi verður málið aftur tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar og boða fulltrúar álista frekari bókun þá sem byggir á niðurstöðum þess fundar. Þá þessum lið lokið og við höldum fundi áfram og förum í lið 9 sem mál til kynningar frá nefndarsvið Alþingis, þar sem að velferðarnefnd Alþingis atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir að kalla eftir. Við höfum skoðun á því, það lagt fram hér til kynningar. Sama gildir lið 10 sem umsagnarbeiðni í samráðsgátt frumvarp vegna flutnings eftirlits á sviði hollustuhátta og mengunarvarna. Það líka lagt fram til kynningar. Þá erum við komin í lið 11 sem byggðaráð Rangárþings ytra, það fundargerð. Við ætlum að taka byrja á því að taka eitt mál sem við tókum út úr fundargerðinni sem samningur við T.H. Tómasson vegna vinnu byggingarstjóra við stækkun grunnskólans og byggingu nýs leikskóla á Hellu. Það sem að byggðaráð leggur til að samþykkja samninginn og fela sveitarstjóra að undirrita hann. Það gefa orðið laust hann. Gerðu svo, Þröstur. Já, oddviti góður fundamenn. Ég ætlaði bara aðeins að þetta hefur náttúrulega verið frá upphafi framkvæmda, þá hefur Tómas náttúrulega verið byggingarstjóri og þetta hefur náttúrulega verið auðvitað skiljanlega hagstætt fyrir sveitarfélagið með þetta fyrirkomulag og í ljósi þess að fá eitthvað utanaðkomandi sem náttúrulega verulega dýrara. En þetta hefur auðvitað þýtt það að önnur verkefni Tómasar hafa kannski setið aðeins á hakanum og það hefur verið gríðarleg vinna sem hefur farið í þessa byggingarstjórn og haft áhrif á annað og kannski lagast það núna í vor við að klára skólan og kannski minnkar álagi við leikskóla bygginguna sem framundan en í millitíðinni var kannski og beina því til sveitarstjóra og kannski mögulega eigna á framkvæmdanefndar að nýta kannski tíma núna fram að vori og plana komandi sumar, undirbúa, útdeila verkefnum, reyna að létta á því það náttúrulega auðvitað, menn hafa aðeins verið að horfa í það að það setur ýmislegt á hakanum og við þekkjum það. Og tala nú ekki komandi kosningaári að menn noti tækifærið og eins og menn oft gera að reyna að gera svona ýmsa hluti. Þannig að endilega að skoða núna bara sem fyrst að hvort það sé hægt að útdeila verkefnum og létta á hlutum. Takk. Takk fyrir það, Þröstur. Við erum bara mjög vel meðvituð þetta, bara allt sem þú varst að segja og ég get upplýst að að á síðasta fundi eigna og framkvæmdanefndar að þá sem sagt var rætt varðandi framkvæmdirnar og verkefnin sem við ætlum að fara í upp á Laugaland að fá aðstoð við stýring á þeim verkefnum og ég get upplýst að sem sagt að það búið að ná samkomulagi við Arkís að fá starfsmann þaðan til aðstoða við Tómas og og það nú fyrst og fremst hugsaðu þetta vegna verkefninu á Laugalandi en
En það er ekki óhugsandi að sá starfsmaður geti lagt hönd og plóg varðandi önnur verkefni líka. En ég veit, ég talaði við Tómas síðast í morgun og hann er búinn að ná samkomulagi við þá að fá mann frá þeim og vonandi byrjar hann bara sem fyrst. Þannig að en ég er meðvitaður það sem þú varst að tala Þröstur, og þetta er auðvitað snúið en endapunktur er alltaf ykkur staðar í sjónmáli, þannig að ég segja þetta það léttist á honum svona þegar eftir næstu mánuðum, en það er búið að vera gríðarlegt álag á honum og en hann er að ná bara mjög góðum árangri í því sem hann er að gera og þetta nýtur sveitarfélagi góðs af því. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Þá ætla ég að leggja til að við staðfestum bókun byggðarráðs varðandi þennan lið þessi geta samþykkt hana, það er staðfest, og þá ætla ég að bera fundargerðinu upp að öðru leyti, fundargerð byggðarráðs, og hún er staðfest. Þá förum við í lið 12 sem er skipulags- og umferðarnefnd, 58. fundur, það er þá fyrst liður 12.10. sem er ferjufit, það er stækkun efnistökusvæðis, það er breytingi að aðalskipulagi. Þessi nefndi samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar, en leggur til að hún verður áður kynnt í samræmi við 2. málsgrein. Kynning skal standa fram til lok dags 9. febrúar næstkomandi. Og það er lagt til að þessi afgreiðsla sé samþykkt, hún er samþykkt. Það er Túnáreyrar, það er stækkun efnistökusvæðis, það er breytingi í aðalskipulagi. Nefndi samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar, en leggur til að hún verði áður kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og kynningin skal standa fram til lok dags 9. febrúar. Það er samþykkt líka. Þá er það Stenkusel og fleiri lóðir, breyting á landnotkun í íbúðasvæði. Vegna mistaka í auglýsingaferli tillögunar þarf að auglýsa tillöguna að nýju. Skipulags- og umferðarnefnd samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar, en leggur til að hún verði áður kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Kynning skal standa fram til lok dags 9. febrúar. Ekki er gerð krafa að umsagnar aðilar sendi inn umsagnir aftur. Við getum sagt þetta, það er samþykkt. Þá er að Hægi við Selfjall 2 breyting á landnotkun í landbúnað. Nefndin telur eðlilegast að tillagan verði auglýst að nýju til að uppfylla skilyrði reglugerðar. Hún skuli því auglýst í lögbirtingablaðinu og á heimasíðu sveitarfélagsins. Tillaga deiliskipulagsins sem samþykkt var til auglýsingar í nóvember skal einnig auglýst samhliða. Það er samþykkt. Þá er það Sælukot, landskipti, Sörlatunga og Sælukot 2. Nefndi gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti né fyrirhuguð heit á lóðum og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það hér umferðarmál, það er staða mála og niðurstaðan farið var yfir leiðarmál, framkvæmdir á gatnakerfum og fleira. Nefndin óskar eftir upplýsingu frá framkvæmd og eignarnefnd stöðu og uppsetningu hraðaskilta. Og þessi geta samþykkt þetta, það er samþykkt. Þá er það efnistökusvæði, yfirlit og staða efnistöku, það er lagt fram til kynningar og staða skipulagsmála einnig. Þá er það Svínhagi 2 deiliskipulag. Nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Nefndin vill árétta að ekki er talið þörf á að breyta landnotkun í aðalskipulagi vegna þessa og farið skuli eftir ákvæðum kafla 2.3.1 í greinargerð aðalskipulagsins hvað varðar heimila byggingamagn á lóðinni. Sann þetta.
Það er samþykkt. Þá er það öldur 3, breyting á deiliskipulagi. Farið var yfir áherslur og hugmyndir. Eflu falið að leggja fram tillögur í samræmi við umræður á fundinum. Tillögur lagðar fram á næsta reglulega fundi nefndarinnar. Þetta er ekki kynningafundurinn sem var um daginn. Sem geta sagði þetta samþykkt. Þá er það Tunguvirkjun í landi Keldna, það er breyting á aðalskipulagi. Nefndin hefur farið yfir umsagnir umsagnar aðila vegna skipulagslýsingar breyting á aðalskipulagi fyrir Tunguvirkjun. Í umsögnum koma fram veruleg álitamál, meðal annars vegna menningarminja og afstöðu minjastofnunar. Sérstakar verndar jarðminja, fossa á svæðinu, óvissu stöðu grunnvatnslots og krafna mat á áhrifum vatnslot, mat á áhrifum á vatnslot, auk ábendinga verndargildi lífríkis og þörf á frekari grunnrannsóknum. Nefndin telur því ekki rétt að vísa málinu áfram til auglýsingar að svo stöddu. Skipulagsfulltrúa falið að kalla eftir nánari gögnum frá framkvæmdaraðila, þar á meðal hnitsettri afmörkun iðnaðarsvæðis, samræmdu mati á áhrifum á vatnslot og neysluvatn, úttektum á lífríki, fuglalífi og skýrri niðurstöðu minjar á svæðinu í samráði við minjastofnun. Þá verði tryggt að tilkynningaskylda framkvæmdar til skipulagsstofnunar verði uppfyllt og niðurstaða liggi fyrir áður en frekari afgreiðsla fer fram. Og það er lagt til að málunum verði frestað. Og við tökum undir það, er það ekki? Og það er samþykkt. Þá er það Svínhagi, það er lóð 7 og lóð 8a, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Skilur samið það er samþykkt. Þá er það Gunnarsholt, það er deiliskipulag. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytingar og auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Nefndin vill árétta að gerð verði krafa við útgáfu byggingarleyfa fyrir gróðurhús að gripið verði til viðeigandi mótvægisaðgerða gagnvart ljósmengun, svo sem með uppsetningu myrkvunartjalda eða sambærilegu. Skilmálum þess efnis verði bætt við í greinargerð skipulagstillögunnar áður en tillaga verði send til skipulagsstofnunar. Samþykkt það. Það er samþykkt. Þá eru hér afgreiðslufundir byggingafulltrúa, hér 1, 2, 3, 4 fundir sem eru lagðar fram til kynningar. Þá höfum við held ég sem tekið maður fyrir í byggðaráði. Er hún hér? Okay. Þá ætlum ég að bera upp fundagerð skipulagsumferðarnefndar samkvæmt lið 12 sem var tekið fyrir í byggðaráði sem geta staðfest hana og svo þessa fundagerð sem ég var að fara yfir hérna núna sem geta staðfest hana, hún er staðfest. Þá erum við lið 14 sem er framkvæmd og eignarnefnd og hún er hérna, við ætlum að taka hér Rangarljós, það er arðgreiðsla, þar sem nefndin leggur til að greiddur verður úr 25 milljónir í arð út úr Rangarljósum vegna ársins 2025 og er það í samræmi við fjárhagsáætlun ársins. Þessi geta samið það og það er samþykkt og þá fundagerðin að öðru leyti. Hún er, vill ykkur taka til máls?
hún er staðfest. Þá erum við með fundagerð heilsu, íþrótt- og tómstundanefndar, umhverfis, hálendis og samgöngunefndar, ungmennaráðsins, fjölmenningaráðsins. Það eru lagðar hérna fram til kynningar. Sorpstöð Rangárvallasýslu er hér líka til kynningar, 2 fundagerðir og fundagerðir Odda. Í fundagerð Odda, fundi númer 46 er hér mál sem að við tökum fyrir í lok fundar, eins og ég óskaði eftir í upphafi fundar, beiðni um skólavist. Þessar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar og þá erum við komin í fundagerð Brunavarna Árnes, Rangárvallasýslu. Og þar er eitt mál sem við þurfum að taka sérstaklega sem er við þurfum að samþykkja að veita ábyrgð á láni til Brunavarna Rangárvallasýslu vegna kaupa á nýja bílnum. Ég held bara því að við erum á svo góðum tíma að ég lesi þetta bara upp. Já. Þetta hljóðar svona. Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkir hér með á fundi sínum að veita einfalda ábyrgð á láni Brunavarna Rangárvallasýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga og veðsetja eigur sveitarfélagsins til tryggingar ábyrgðinni, samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Ábyrgðin nær til láns af fjárhæð allt að krónur 45 milljónum ásamt vöxtum, verðbótum og dráttarvöxtum, uppgreiðslugjaldi og öðrum kostnaði. Samkvæmt þeim lánaskilmálum sem í boði eru þegar lánið er tekið. Lántakan er í formi langtíma láns í þeim skuldabréfaflokkum sem lánasjóðurinn býður hverju sinni. Sveitarstjórnin hefur kynnt sér skilmála viðkomandi skuldabréfaflokka eins og þeir birtast á heimasíðu lánasjóðsins. Samþykkin nær jafnframt til undirritunar lánssamnings og til þess að sveitarfélagið taki á sig þær skyldur sem þar greinir. Lánið er tekið til fjármögnunar á nýjum dælubíl Brunavarna Rangárvallasýslu BS sem staðsettur verður í slökkvistöðin á Hellu. Að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga. Sveitarstjórnin skuldbindur sveitarfélagi sem eiganda Brunavarna Rangárvallasýslu BS til að selja ekki eignarhlut sinn til einkaaðila í heild eða hluta. Fyrir lánið hefur verið að fullu greitt. Ef sveitarfélagi selur eignarhlut sinn til annarra opinberra aðila skuldbindur sveitarfélagi sig til þess að tryggja að nýr eigandi yfirtaki ábyrgð á lánunum í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Jón Ingi Valgeirssyni sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Rangárþings ytra sem og til að móttaka og undirrita, gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Og ég vek athygli á því að það er opið hús núna í dag á milli 4 og 7 held ég, þar sem að frá opið hús frá 4 til 7 þar sem að almenningi gefst kostur á að skoða þennan glæsilega bíl sem er að mér skilst bara gríðarlega vel útbúinn og bara toppurinn í þessu í dag með öllum þeim búnaði sem við þurfum að hafa hér, mikilli ferðamannatrafík og þjónustu virkjanir og fleira. Þannig að ég hvet ykkur til þess að ef þið hafið tíma til þess að kíkja út í slökkvistöð í dag og fá kleinu og hjá Leif og kaffi, eða terta, verður terta og kíkja á þetta. En þessi geta samþykkt þetta vinsamlega gefa merki, það er samþykkt. Þá
erum við hvar, við maður sjá, er þetta ekki bara að verða komið? Þetta er allt í rugli hérna hjá mér, þessi pappírar. Já, þetta er hér. Þá er frá hérna liður 24 sem eru fundagerði héraðsnefndar Rangæinga, breytingar á stoppsamningi til afgreiðslu og það er nú kannski ekki úr vegi að formaður kannski komi bara örstuð upp og útskýri fyrir fundirum hvað við erum að fara að samþykkja. Gjörðu svo vel, Margrét. Já, þetta getur fundamenn. Já, þetta snýr, við fengum ábendingu frá endurskoðendum KPMG að það væri óþarflega flókin sem sagt gerð ársreiknings héraðsnefndar en í stoppsamningi þá er kveðið á að það skuli löggiltur endurskoðandi gera ársreikningin og það er að þeirra mati með umfang nefndarinnar orðið óþarft, þannig að við erum í rauninni að breyta því í 10. grein stoppsamningsins og greinin er svo hljóðandi eftir breytingu sem sagt héraðsnefnd skal staðfesta ársreikning á vorfundi fyrir liði reikningsár. Ársreikningur nefndarinnar skal yfirfarin af endurskoðanda á grundvalla samnings nefndarinnar við endurskoðandan eða endurskoðunar fyrirtæki og svo senda skal fullgerðan ársreikning staðfestan af nefndinni til allra aðildar sveitafélaga fyrir 15. júní ár hvert. Þannig að þetta er bara eina breytingin, en svo liggur fyrir að endurskoða stoppsamningin í heild, við tökum hann til umræðu á vorfundi, því hann er orðinn barn síns tíma, þannig að við þurfum að skoða það. Takk. Takk fyrir það, Margrét. Og þessi geta samþykkt þessar breytingar, það er samþykkt. Nú þá erum við hér með fundagerðir stjórnar félags- og skólaþjónustu og fundagerðir stjórnar SÍS og samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, heilbrigðiseftirlit Suðurlands og sambands íslenskra sveitarfélaga. Þetta er lagt fram hér til kynningar. Og ef enginn vill taka til máls undir þessum fundagerðum að þá held ég séum bara að koma starflokum þessa fundar og held ég ekkert annað að gera en bara þakka ykkur fyrir góðan fund og slíta fundi. Takk fyrir. Já, við þurfum að hafa eitt mál sem við þurfum að klára, þannig að við slítum bara fundi þegar við erum búin að því. Takk.